Það sem við ætlum að fara yfir í dag sem sagt sveitarfélagamiða sem við tökum á þjónustukerfinu og svo verktakamiðana sem við erum að vinna frá lánardrottnunum. Það fyrsta sem þarf að vera til staðar áður við byrjum á launamiða vinnslunni, það er að við þurfum að fara inn í sveitarstjóri og yfirlit. Sveitarstjóra uppsetning fyrirgeð, sveitarstjóra grunnur og þar þarf að vera útfyllt veflykill RSK og svo höfum við möguleika að skilgreina þannig hérna reit sem heitir verktakar annað númer 1. Það er ef við viljum skilgreina einhvern annan reit heldur en þá reiti sem eru nú þegar skilgreindir inn á lánardrottnunum. Þegar þetta er komið upp, þá getum við farið inn í sveitarstjóra yfirlit og launamiða yfirlit. Við stofnum yfirliti fyrir 2017 og förum í að stofna launamiða. Við ætlum að stofna launamiða fyrir árið 2017 og núna ætlum við að byrja að taka sveitarfélagamiðana þannig að við förum og veljum að nota upplýsingar úr þjónustukerfi. Oft finnst fólki þægilegt að taka þetta í hlutum. Það er að taka fyrst húsaleigubæturnar og svo fjárhagsaðstoðina eða öfugt. Þannig að við ætlum núna að byrja að taka fjárhagsaðstoðina. Þá veljum við hér fjárhagsaðstoð. Ef við skildum vilja gera bæði í einu, þá gerum við bara ótáknið pípuna og veljum HSLB. En við ætlum bara að taka fjárhagsaðstoðina núna og við veljum í lagi. Og þá koma 2 launamiðar stofnaðir. Þá sé ég ég með þessa 2 launamiða og ég get síðan farið og kafað ofan í upphæðina. Ég sé að samtala sveitarfélagamiða er 1373 hjá Svanhvíti og ef ég ít á punktana þá sé ég að þessi tala samastendur af þessum 2 færslum. Ég sé þetta líka í glugganum fyrir neðan. Þá erum við yfirlit yfir færsluna sem mynda stöðuna. Það sama ef ég kafa ofan í færslunar hjá Stengiði, ég sé það reyndar líka beint fyrir neðan, að þetta er ein færsla sem gefur þessar 200.000 krónur og þetta er að fara inn á reit 062. Ef þetta er allt satt og rétt, að þá fer ég í að staðfesta alla óstaðfesta miða. En við sjáum stöðuna á launamiðanum. Ég staðfesti þá og þegar ég er búin að staðfesta miðana þá get ég í rauninni farið í að senda launamið ársins. Ég get tekið valið að prenta miðana, tekið hann upp á skjá og ég set haki í prenta samtölusíðu vegna þess að yfirleitt er það síðasta síðan sem við hefum mest áhuga á, það er samtölusíðan yfir alla launamiðana. Launamiðarnir líta svona út og þá er þetta samtölublaðið sem við notum okkur yfirleitt til að stemma okkur af. Núna ætla ég að bæta við húsaleigubótunum. Þá get ég farið beint í að stofna launamið aftur. Fá mér húsaleigubætur, segilegi. Og þá voru reyndar ekki neinir launamið sem komu reyndar
skiptið. Það var vegna þess að ég var að nota upplýsingar á lánardrottni en gleymdi að segja að ég ætla að taka úr þjónustukerfinu. Ég segi lagi aftur og þá er einn launavegi stofnaður. Þá er það þessi hérna aðili og við staðfestum hann og svo getum við farið í að senda. Ég fer hérna sjálfs ekki að senda reikninga hér, eða launa með hérna, þannig að ég ætla að eyða öllum óstaðfestum. Til að geta eytt öllum óstaðfestum þá þarf ég fyrst að breyta stöðunni úr staðfestir í óstaðfest. Og það ger ég við að velja hérna breyta staðfest í óstaðfest. Þá er óstaðfestir og þá get ég eytt út með hann. Þannig getum við breytt stöðunum. Við getum breytt, hérna við getum staðfest alla óstaðfesta, við getum breytt staðfest í óstaðfest. Þegar við erum búin að senda launamiðana en þurfum einhver hluta vegna að bakverða og eiga þeim út frá RSK, þá getum við, þegar við erum búin að bakverða á RSK megin, þá getum við breytt sent í óstaðfest og þá getum við eytt þeim út og keyrt það aftur eða hefur komið upp einhver villa. Ef við erum að búa til launamiða upp á nýtt á einhvern sem nú þegar hefur fengið launamiða og verið sendur og þetta er einn á sama launamiðareit, þá munum við ekki geta sendt þann miða aftur inn. Það sem við getum sendt bara einu sinni launamiða inn á hvern reit per kennitölu og þá fær þessi miði, þessi nýji miði, stöðun að breyta verður að bakverða og þá höfum við möguleika að bakverðan miða inn á RSK og þá breytum við stöðunni úr breyta verður að bakverða í staðfest. Áður en samt að maður fer í að gera þessa launamiða fyrir hérna sveita úr þjónustukerfinu, þá er mjög mikilvægt að taka skýrslu hérna úr félagsþjónustunni, félagsmálastjórnum, skýrsla sem heitir samningsfærslur versus fjárhagur. Það er þá skýrsla það sem við viljum stemma okkur af, að allt sem er búið að fara fram í þjónustukerfinu hafi verið bókað inn í fjárhaginn. Ef ég tek núna út stöðu á fjárhagsreikningi fyrir húsaleigubætur og ég er með tegundina húsaleigubætur fyrir árið 2017, þá sé ég hérna að það hefur bara verið 2 færslur hérna í þjónustukerfinu en það er ekkert búið að bóka í fjárhag. Þannig að ég þarf þá að finna út úr í af hverju er ekki búið að bóka þetta í fjárhaginn. Þannig að þessi skýrsla, hún er rauninni alltaf að vera með 0 í mismun áður en þið gerir launamiðana. Ef við förum núna í að gera launamiða fyrir lánardrottnana, þá förum við að byrja því að merkja lánardrottna okkar ef það er ekki nú þegar búið að því. Ég fer hérna inn á lánardrottnana og ég fæ mér merki hérna 2 lánardrottna. Það eru 2 leiðir til að gera þetta. Það er að taka merkja spjaldi á lánardrottnunum eða merkja ákveðna lánardrottnafærslur. Það sem við ætlum að fara að gera núna er að við ætlum að merkja sjálfan lánardrottnaspjaldið og við segjum þá hérna að færslur þessi lánardrottin er verktaki og þá eiga hans færslur eða hans reikningar að fara inn á 006. Og segjum lagi við því og merkjum næsta á sama hátt. Þá get ég farið tilbaka í sveitarstjóri, yfirlit og launamiða yfirlit
óvarlega stofna launamiða og núna vil ég nota upplýsingar á lánardrottni og ég segi lagi. Þá fæ ég 2 launamiða sem eru þessi 2 lánardrottnar sem ég var búin að merkja. Þá sjáum við hérna samtalan fyrir verktakamiða á lánardrottninni Steingerði 6.555. Ég fer ofan í hérna töluna til að sjá hvað liggur á bakvið og þá sé ég að þetta eru slattareikningum sem mynda þessa tölu. Ég hef möguleika á að fara hérna í að breyta lista og ég get valið að sleppa einhver ákveðin upphæð vegna þess að þessi upphæð á ekki að koma fram á launamiða. Þá haka ég einfaldlega hérna í að sleppa upphæð og segi lagi og ég á F5 til að uppfæra og þá sé ég hérna og línu hérna fyrir neðan að ég er að upphæðin var 6.555. Ég sleppi 1000 kalli þannig ég er að senda inn 5.555 krónur. Sama get ég gert líka hérna er að ég hef möguleika á breyta lista og ég gæti mögulega breytt reitanúmerun líka í 62 sem dæmi. Ég staðfesti miðana og svo myndi ég fara hérna í að senda launamið ársins. En það sem ég ætla að pröfa núna er að taka þetta út frá launamið færslum. Þá vil ég breyta staðfest í óstaðfest og eyða öllum óstaðfest á aftur. Fer aftur inn á lánardrottnina mína. Tek verktakamiðana af. Flest allir eru að nýta sér það að merkja sjálfan lánardrottinn. En það er þessi leið líka sem ég ætla að sýna ykkur núna að það er að merkja ákveðna lánardrottnafærslur og það er kannski þeir sem eru nú þegar búin að merkja færslunar og hafa verið að merkja þær í færslubókinni þegar þeir bóka. Ég fer hérna inn á færsluðar hjá viðkomandi. Þá set ég hérna inn reit á launamiða. Þá get ég sagt að þetta er verktakafærsla en þetta er upptækjastyrkur. Og svo merki ég restina hérna sem verktaka. Og ef færslunar til er að kúru eða ekki neina þá getur þetta bara sleppt að merkja færsluna. Svo ætla ég að merkja mér einhverja færslu hérna á lánardrottnum. Og merki ég hérna eina færslu sem verktaka. Þá fer ég aftur inn í sveitarstjóra, yfirlit og launamið yfirlit. Fer aftur í að stofna launamiða. Og nú ætla ég að stofna launamiða út frá lánardrottnafærslu. Og segi lagi. Það tekur það svolítið lengri tíma. En þar sem núna er ég bara að vinna með 2 lánardrottna þá er þetta engu stund að gerast. Fæ ég 2 launamiða. Og þá fæ ég 1000 kall hérna fyrir Steingerði Þóru þar sem ég merkti bara eina færslu sem verktaka færslu. En hérna á lánardrottnum sveitin
þá sé ég að ég er með samtal verktakamiða 61.500 og samtals launamiðar 1.555. Þess að launamiðin er ökutækjastyrkurinn sem ég merkti. Þá fáum við þetta sundilega. Og 61.500, það er þessar færslur sem ég á búin að merkja sem verktaka. Ég er líka með síu hérna, þar sem ég get afmarka mig þegar ég kom með markamiða, að þá get ég afmarka mig að sjá bara þá launamiða sem eru óstaðfestir, staðfestir, sendur eða verða bakfæra, eða allt eins og við erum með núna. Og launamiða tegundir getum við afmarka okkur líka, að við viljum kannski eingöngu sjá launamiða og þá sjáum við í rauninni bara þennan eina miða sem innihélt ökutækjastyrkinn. Ef ég vil fá að sjá sveitarfélagamiða, þá fæ ég ekki neitt núna þannig að ég er búin að henda þeim sveitarfélagamiðum sem ég gerði áðan. Verktakamiðar og þá sé ég þessu tvo. Og svo get ég líka haft þetta allir. Að sama hátt þá get ég farið hérna. Ég get sleppt upphæð með því að fara í að breyta lista. Ég ætla að sleppa þessum tveimur upphæðum. Svona. Og þá er ég búin að lækka upphæðina niður í 46.500 og 15.000 sleppt. Aftur get ég farið hérna í að prenta og merkja við að prenta samtölusíðuna til að fá síðustu síðuna vegna þess að það er svo síða sem við skoðum mest. Það er þessi hérna, þetta samtölublað. Það er hægt að þegar við stofnum launamiðana þá er hægt að afmarka sig niður á ákveðin viðskiptareikning á lánardrottunum ef maður vill. Það er einhvers staðar hjá okkur. Það ætti að vera allan. Eða afmörkum viðskiptareiknings. Þá getum við valið að gera lánardrottna með hana bara einhvern ákveðin viðskiptareikning. Og einnig ef þið eru með mismunandi kennitölur undir fyrirtækinu í sama fyrirtækinu, að þá verður að muna að setja upp kennitöluna á viðskiptareikningana eða fara í stofnkort fyrirtækisins og skipta kennitölur þegar þið senda miðan inn. Til að við erum með þegar við gerum breytingar á eins og jáðan þá var ég að sleppa upphæð til að fá heildartöluna hérna niðri þá þurfum að fara hérna upp í að reikna samtals. Við höfum líka þriðju leiðina sem er að stofna launamiða út frá fjárhagsfærslum ef þið eru ekki að nota lánardrottnana. Það er töluvert flóknara ferli og ekki margir sem hafa verið að nota það. Þannig að ef við farið þá leið þá er best að þið myndir hringja inn til okkar og fá nánar leiðbeiningar hvernig það er gert. En þá í rauninni merkjum við hérna með að þú ætlar að stofna út frá fjárhagsfærslum en áður en þú gerir það þá þarf að forvinna fjárhagsfærslur. Og þá þurfum við að sækja inn færslur á ákveðnum fjárhagslyklum sem við svo merkjum upp. Þetta var í rauninni það sem við ætlum að fara yfir varðandi launamiðana. Ef það eru einhverjar spurningar þá megi endilega senda tölvupóst á sveit@væs.is eða steingerður@væs.is. Takk.